Hægur hugarreikningur bendir til þess að nemandinn eigi erfitt með að finna svarið nema með fyrirhöfn. Þú kannast líklega við langtímaminni og skammtímaminni. Undirvitundin sá hluti hugans sem við verðum ekki vör við, sjálfstýringin. Langtímaminni okkar og það sem við gerum á þess að hugsa staðsett þar. Allt sem þú kannt og gerir auðveldlega án meðvitaðrar hugsunar sér undirvitundin Þannig lærir þú að ganga, synda og hjóla. Erfitt fyrst, en svo kom þetta. Þannig lærir við hreinlega allt. Tungumál, á hljóðfæri, að lesa og reikna. Þjálfun. Við fæðumst ekki með þessa færni, hún lærð. Allt sem þú gerir nógu oft verður á endanum auðvelt, sjálfvirkt, ávani. Það mjög mikilvægt að skilja þetta. Það praktískt fyrir heilan að geta sett hluti á sjálfstýringu sem eru oft gerðir. Það sparar orku. Það verður ómögulegt að þurfa að rifja upp og vanda sig í hvert sinn sem þú reima í skóna. Margt af því sem við getum lært erfitt í upphafi. Þegar undirvitundin kann ekki eitthvað, þá erum við klaufaleg. Þá þurfum við að einbeita okkur, vanda okkur. Það kostar mikla orku og þess vegna það þreytandi og við getum bara gert það skamma stund í einu. Það fer ekki milli mála þegar vitundin við stjórnvölinn. Það bara svo miklu þægilegra að gera hlutina sjálfstýringu. Þess vegna margfalt auðveldara að reikna venjuleg dæmi þegar grunnaðgerðirnar, svo sem margföldun, komnar að sjálfstýringu. Eru vasareiknar nauðsynlegir? Hvaða vinnu verið að taka af nemandanum? Nemandi sem notar vasareikni ekki að reikna. Vasareiknirinn tekur vinnuna af huganum sem nauðsynleg til þess að fá grunnaðgerðir stærðfræðinnar á sjálfstýringu. Þetta að vissu leyti uppskrift af vandræðum. Það þarf að fara varlega með slík hjálpatæki. Reiknum hraðar hjálpatæki sem tekur ekki vinnuna af nemandanum. Markvissar borðaæfingar þvinga nemandan til að reikna hratt sem skila sér í meira sjálfsöryggi í náminu.